Nú ætlum við að halda áfram með kaflan almenn brot og prósent. Við ætlum að skoða prósent þegar við erum að tala um hluta af heild. Hér erum við að finna 25% af 60. Þetta getum við gert á fleiri en einn hátt. Einfaldasta leiðin hér er að sjá að 25% er 1/4 af 100. Vegna þess að prósent er alltaf af 100, þá þurfum við að finna 1/4 af 60. Þá gerum við bara 60 sinnum 1/4 og það er það sama og segja 60/4. Úr þessu fáum við 15. En 30%, þá getum við ekki fundið hvað 30 gengur oft upp í 100 því að 30 gengur alls ekkert upp í 100. En við getum fundið hvað 10% er. Og 10% er 1/10 af 100. Þá segjum við sinnum 1/10. Og það eru 30. En hvað er ég með mörg 10%? Jú, ég er með 30%, það eru sinnum 3 þá. Því að 30 eru bara 10%. Þetta eru þá 90. 50% af 68, 50% er helmingur. Þannig ég þarf bara að finna helmingin sem eru það sama og margfalda með hálfu með að deila með 2. Það eru 34. 75%. Hvernig finn ég það? Jú, ég gæti fundið 10% og gert það 7 sinnum og svo helmingin af því viðbót. Þannig komin í 75%. Eða af því ég man að 25% er 1/4, þá get ég fundið bara 1/4. Það er 60. Þannig að nú hef ég 2 leiðir. Annars vegar að segja 60 sinnum 3, því að 60 er 25% og það eru 3 sinnum 25% í 75%. Eða sé að, já, 75% hafa búið að taka 25% af. Þá ger ég 240 mínus 25. Ekki mínus 25, nú er ég að glemma mér. Heldur mínus 60 og það er 180. Svarið er 180, alveg sama hvernig við reiknum það. Eða hugsum lausnina. Hjá íþróttafélagi eru 600 iðkendur, strákarnir eru 40%. Hvað eru allir iðkendurnir mörg prósent? Allir er alltaf 100%. Skiptir engum máli hvernig það skiptist. Það eru 600 iðkendur, hver margir eru 1%. 1% er 1 af hverjum 100. Og þeir eru með 600. Þá hljótum við að vera með þetta sinnum 6 er það ekki. Og það eru þá 6 iðkendur. Hve margir eru strákarnir? Þeir eru 40%. Þá þurfum við að finna, við erum með 40%, það eru 4 sinnum 10% er það ekki. Og við finnum 10%, þá gerum við 600 sinnum með 10 sem eru 60. Svo ger ég 60 sinnum 4 sem gefur með 240 strákar. Og þessu lokið.